7 dansarar Listdansskólans Danskompani í Reykjanesbæ hafa nú tryggt sér þátttöku á heimsmeistaramótinu í dansi sem fram fer í Portúgal í sumar. Með glæsilegum árangri í undankeppni mótsins sem haldin var þarsíðustu helgi komu stelpurnar allar inn í landslið Íslands í dansi en þær kepptu með 11 atriði í undankeppninni og unnu 9 þeirra til verðlauna. Danskompani hefur nokkura mánaða skeið verið til húsa í nýrri aðstöðu við Brekkustíg í Njarðvík. Sólborg Guðbrandsdóttir kíkti þangað og ræddi við kraftmikla dansara. Hvernig svona mórallinn í stelpunum eftir þennan árangur? Hann náttúrulega geggjaður. Það allir bara í skýjunum og við erum svona ennþá bara að komast niður á jörðina eftir frábæra helgi. Og þetta þýðir þá að allur þessi fjöldi dansara hjá þér að fara að keppa á heimsmeistaramóti í dansi? Já, í Portúgal í sumar. Og hvernig er það mót? Það virkar í rauninni þannig að eins og forkeppnin að þá er sem sagt keppt í fullt af dansstílum. Það er keppt í sjódans, jazz, commercial, hip-hop, það er tap, það er song and dance og moderns. Ég er bókað að gleyma einhverjum og undir hverjum flokki er svo keppt í sóló og duett og tríós. Svo eru litlir hópar og stórir hópar og svo undir hverjum flokki þar eru aldurshópar, undir 9 ára, undir 13, undir 17 og undir 25. Þetta er alveg risastórt mót fyrir í rauninni mjög stóran aldur og mikið af krökkum. Hvernig er undirbúningurinn fyrir allt þetta? Þau þurfa að leggja svolítið mikið á minnið fyrir þetta, eða ekki? Jú, þetta er talsvert af atriðum. Þetta er bara, ef ég myndi ykkur, eins og ég var í 5 atriðum, 2 þeirra voru 2 mínútur og 3 þeirra 2,5 mínúta og öll stöppuð á spórum, þannig að... Voruð þau bara að æfa allan daginn, alla daga fyrir þetta, eða hvernig var þetta? Sko, við erum náttúrulega á æfingum sjálfar að æfa marga klukktíma í viku og svo bættist þetta inn alveg svona virkum dögum kannski 2-3 tímar og helgar vorum við með 6-7 tíma æfingar oft á dag. Hvernig er það, Díana? Bara rosalega gaman. Hitta bestu vinkonur sínar og æfa í 7 klukkutíma. Það er bara rosalega gaman. Hvernig var tilfinningin eftir svona mikla vinnu að fá öll þessi verðlaun? Hún var eiginlega bara ólýsanleg. Þetta var eitthvað sem við byggumst alls ekki við og sérstaklega að við fengum svona sérstök dómaraverðlaun fyrir commercial hópatriði okkar. Það er bara, ég veit ekki hvert við ætluðum. Við kepptum með 11 atriði og það var sem sagt 1 atriði commercial hópatriði hjá þeim sem vann sem sagt dómaraverðlaun og þá sem sagt vinnur koreografurinn, ég sem sagt koreografaði atriði, þá vinn ég þau verðlaun að sem sagt velja 3 stelpur úr þessum 5 manna hópi sem greiða ekki fyrir keppnisgjöld eða fyrir danstíma og annað sem er úti, að því í rauninni er þessi viðburður miklu stærri en bara keppni. Hann er í rauninni líka dansworkshop og alls konar með heimsfrægum þjálfurum og danshöfundum og þær þurfa ekki að greiða fyrir það og ekki keppnisgjaldi. Hvernig mun Danskompani síðan sjá að greiða fyrir rest? Það er sem sagt sjáum í rauninni að fjárafla fyrir sig og nú erum við bara að leita að styrkjum og stelpunar eru með 9 glæsileg dansatriði sem að hafa komist inn á heimsmeistaramóti og þær vilja glaðar sína, þannig ef að fyrirtæki er til dæmis með árshátíðir annað þá má endilega hafa samband við okkur og styrkja hópinn og þær koma og dansa. Þetta er stórt afrek fyrir Suðurnesjamenn. Algjörlega, þetta er náttúrulega bara glæsilegur árangur að ná í rauninni öllum dansurum sem við sendum í þessa forkeppni inn í landsliði. Það er bara ólýsanlegt. Who can defy the law? He's the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. And when you reach the scene of crime, McCafferty's not there. Hvernig gekk ykkur á mótinu? Bara mjög vel, við lentum í 1. sæti fyrir okkar aldursflokk. Hvernig var það? Það var bara ótrúlega gaman. Hvernig undirbjugguð þið ykkur fyrir þetta? Við æfðum bara mjög mikið fyrir þetta
við hittum stundum bara við tvær og æfðum bara mjög mikið sem var bara mjög gaman sko. Þannig að við vorum alveg 100% í þessu sko. Hvernig er tilfinningin að vera að fara á heimsmeistaramót í dansi? Það er ekki alveg búið að synga inn hjá mér, þetta er svona stundum er ég bara vá, ég er að fara til Portúgal að gera það sem ég elska og það er bara ótrúlega gaman að hugsa um það. Hvernig veist þér það? Ég er bara líka ótrúlega spennt, ég ger ekki annað en að hugsa um þetta sko. Hvernig er bara svona tilfinningin núna eftir alla þessa vinnu að hafa einhvern veginn náð þessu að vera að fara á heimsmeistaramóti? Bara sjúklega góð. Já, það er ekki hægt að lýsa þessu sko. Nei, þetta er bara ótrúlega skemmtilegt. Já. Hvernig er þá næstu mánuðir hjá okkur? Þeir eru pakkaðir. Já, það er stór sýning hérna í dansskólanum í maí, síðan bara undirbúningur fyrir mótið. Er það mikið markmið á mótinu? Bara gera betur og bara fara eins langt og við getum, bara rústa þessu.